Tjón Landsvirkjunar við að missa Norðlingaölduveitu nemur 12 milljörðum króna. Hún talin arðbærasti orkukostur landsins. Tjón Landsvirkjunar við að missa Norðlingaölduveitu nemur 11 til 12 milljörðum króna samkvæmt tölum byggðum á gögnum fyrirtækisins. Auk þess yrði Landsvirkjun af miklum framtíðartekjum ef hægt verður við þennan hagkvæmasta orkukost landsins. Kristján Már Unnarsson. Þessi umdeilda framkvæmd felst í því að stífla Þjórsá við Norðlingaöldu 8 kílómetrum neðan friðlands Þjórsárvera og dæla hluta vatnsins jarðgöng í átt til Þórisvatns. Þetta því ekki ný virkjun heldur vatnsveita sem eykur raforkuframleiðslu í virkjunum við Vatnsfell, Sigöldu, Hrauneyjar og Búðarháls. Ríkisstjórnin boðar nú að áformin verði endanlega slegin af með þeim rökum að veitan feli í sér röskun og lítt snortnu svæði í jaðri Þjórsárvera og hafi áhrif á sérstæða fossa í Þjórsá. Þar með hafnað þeim sjónarmiðum að veitan verði ásættanleg við það að minnka Norðlingaöldulón út fyrir friðlandsmörk Þjórsárvera og að ásýnd fossana verði haldið með lágmarksrennsli á sumrin. Hörður Arnarsson, forstjóri Landsvirkjunar, sagði í dag að fyrirtækið ætlaði ekki að sinni að tjá sig einstaka kosti í rammaáætlun. Í greinargerð fyrir hartnær 6 árum gerð á verðlagi í ársbyrjun 2005 rakti Landsvirkjun hins vegar fjárhagslegt tjón sitt ef fallið yrði frá Norðlingaölduveitu. Bókfærður áfallinn kostnaður var þá komin í 630 milljónir króna sem jafngildir 1150 milljónum króna í dag miðað við framreiknaða byggingavísitölu. Mesta tapið reiknaðist verða við það að virkja þyrfti dýrari kosti í staðinn og mat Landsvirkjun heildartap sitt ef hætt yrði við Norðlingaölduveitu upp á 6 til 6,5 milljarða króna. Að núverði eru það á bilinu 11 til 12 milljarðar króna. Norðlingaölduveita myndi kosta 17,3 milljarða framreiknuð og skila 720 gigawattstundum á ári. Áætla má að Landsvirkjun gæti selt þá orku fyrir 2,5 til 3 milljarða króna á ári og myndu tekjurnar greið upp kostnaðinn með vöxtum á innan við áratug. Til viðbótar við beint tap og kostnaðarauka yrði fyrirtæki þannig einnig af umtalsverðum framtíðartekjum.